Arnar, 3-1 tap hérna gegn HK í hreint út sagt ótrúlegum leik. Hvernig svona metur þetta beint eftir leik? Ég metur þetta þannig að það var alltaf aldrei gaman að tapa. En við töpuðum fyrir liðið sem lagði líf og hjarta og sál í leikinn og var með gott leikplan. Og ég var einmitt að klára eitt viðtal núna og var bara einfaldlega að segja, reyna að útskýra og vonandi komst það að skila að stundum bara gott að tapa og ýta aðeins á reset-knappinn og byrja aftur. Líka bara gott að tapa til þess að aðeins að kunna meta það sem við erum búin að gera vel í gegnum tíðina. Og bara í leikum svo fótbolta það er ótrúlegt stundum að hafa náð öllum þessum árangri og ekki tapa mörgum leikjum. Þannig að stundum það bara hollt og gott. Ég vonandi að verða þetta skiptið. Þið byrjuðu tímabilið með 4 sigra og komið síðan hérna í kórinn. Var þetta bara, má segja að þetta hafi verið vanmat eða hvað? Sko mér fannst við ekkert spila það illa sko. Þetta var ekki slæmur leikur okkar halvu. Við gerðum mistök, jú, en við vorum ekki slagir. Þegar menn fara aðeins í leikinn og horfa tölunar, jú, í 3-1 og þá byrja menn kannski að gjamma að við vera ekki slagir. Við vorum það bara alls ekki. Og fengum færi og læti. Ég fílaði bara hjarta í HK-mönnum og þeir lágu í krampa hver á öðrum og gáðu allt sitt í verkefnum. Þannig ég ætla frekar að rósa þeim bara fyrir frábæran leik og gott leikplan, þjálfara liðsins fyrir gott leikplan. Og fyrir okkur bara líta á þannig að það er bara fínt að fá þetta tap núna og ég held að margir gleðjast yfir líka. Gerir breytingar á liðinu, Pálmi Rafn kemur í marki, var eitthvað við að hann að sakast í þessum mörkum? Nei, mér finnst það bara mjög vel. Það var mjög öruggur í sínum aðgerðum og öruggur í sínum spyrnum og þannig að nei, ég var bara mjög ánægður með hans framlag. Þú veist, rautt spjald undir lok leiks, hvað svona var það vegna vítadómsins sem fjall ekki? Ekki vítadómsins? Ekki vítadómsins? Já, væntanlega, ég minni samt ekki að hafa sagt með slæmti dómari. Ég veit að ég lá hann hérna fyrir framan og var að gráðbörum að gefa víti, en hann gerði ekki og gaf mér rautt spjald í staðinn. Allir Hrafn átti líka hressilega tæklingu á Daniel Dejan Djuric. Hvernig svona þín sýn á það? Nei, það var ekki tækling að mínu mati. Það er bara, það hefur verið svona moment í bæði fyrir mótið og þegar Vælukórinn byrjaði að tala um hvað við vorum grófur og þess að það og ég er bara ekki tilbúinn að kaupa það. Við erum harðir og allt þetta en mér fannst þess að dómarinn væri búinn að höndla vel fyrstu 4 umferðirnar. Það hlust ekki á allt en það var aðeins svona smá komið í ég fannst ekki gott í kvöld og mér leiðist að vera að tala um að einhver leikmann andstæðings að ég að fá rautt spjald og þess að hvað þá Atli Rafn sem er gamall leikmaður hjá mér en þetta var glórulaust að sjá það allir. Ég þarf ekkert að kommentera frekar á það. Ég held allir sem fylgjast með fótbolta vita hvað málið snýst um. Takk hérlega.